ætla ég að fara aðeins hérna yfir hvernig stillingarnar eða hvað stærðina á hinum mismunandi hönnun eða design sem maður getur valið. Ef ég fer inn í presentation þá sé ég að þetta eru 1920 til 1080 pixlar. Pósterinn er 42 x 59,4 cm. Þetta er þessi eðlilega stærð á hérna póster eða plaggati sem er uppi á vegg. Instagram póstur er 1080 x 1080 pixlar og þetta er rétt stærð. Þannig ef ég væri að búa mér til Instagram post sem ætti að passa, mynd sem ætti að passa, að þá er ég með mynd í réttum hlutföllum. Infografík, það er þessi löngu mjóu plaggöt þar sem eru grafískar og hérna aðrar upplýsingar unnar saman, myndir og texti unnið saman. Vídeó, færum þetta aðeins til hérna. Vídeó, það eru 1920 x 1080 pixlar. Logo, 500 x 500. Flyer, að þetta er flyer sem að maður opnar eins og lítil bók. A5 minnum ég að þetta sé. Þetta er 210 x 297 mm. Hér erum við með hérna CV eða resume. Og það er líka í réttri stærð og það er hægt að velja alls konar resume hérna eða CV hérna inni ef maður langar til þess að gera eitthvað nýtískulegt. Þá eru þau hér alveg nýjasta tíska á svona hérna CV-um. Hér er Photo College. Þetta er til þess að maður geti birt bara á til dæmis Facebook eða öðru og þá eru hér, þetta er náttúrulega rétta stærðin, 25 x 20 og hér eru ýmsar útgáfur af því, hvort ég vil hafa 2 myndir, 3 myndir eða fleiri. Hér væri hérna social media með hreyfingu, animated. Hér væri við með video college, þá væri við með kannski nokkra ljósmyndir sem við vildum láta sína eins og vídeo. Hér erum við með fréttablað, 21 x 29. Já, þið sjáum að hér er hægt að velja alls konar útgáfur af alls konar efni og þetta er allt saman í réttri stærð. Þannig að ég á ekki að þurfa að spá neitt í því meira. Ég ætla að fara sérstaklega í þessa hnappa sem eru hérna til hliðar, það er sérvídeó yfir því.